Okkur yfir í Hjartastein, fyrstu mynd Guðmundar Arnar Guðmundssonar í fullri lengd, mynd sem tekst á við tilfinningalíf unglinga á ljóðrænan og óvæginn hátt. Þetta er ekki hættulaust viðfangsefni sem hann tekur sér. Guðmundur Arnar ég hafði áður séð stuttmyndina Hvalfjörður þar sem hann byrjar í raun og veru svolítið á þessu efni, þar sem hann er að fjalla um tilfinningalíf tveggja bræðra, þar sem eldri bróðirinn er í einhvers konar krísu, einhverju þunglyndskrísu og mér finnst hann taka þetta efni og færa það út í stóra kvikmynd í þetta sinn sem er eiginlega alveg stórfenglegt hvernig honum tekst að láta unga fólki í myndin fjallar í raun og veru þetta viðkvæma æviskeið þegar við erum að breytast úr barni yfir í fullorðinn einstakling þegar þráin vaknar, þegar kynhvötin vaknar, ástartilfinningar og ég tala ekki kynhneigð sem kynhneigðin verður mjög stórt efni í myndinni en líka vináttan og þar að auki er þetta líka fjallar þetta mjög mikið sem sagt samband foreldra og barna og þegar foreldrum tekst ekki Foreldrarnir eru náttúrulega börn líka einhvern veginn ennþá sko. Já, þeir eru vanþroskaðir og vanhæfir til að sinna þessum tilfinningarlega og einhvern veginn ekki upp á því. Þessi myndatakan í þessari mynd, hún byrjar sko svolítið óþægilega sko. Við förum í mikla nærmynd og við sjáum eiginlega svona svitann gljáa á fólki sko. Og í fyrstu er þetta svolítið óþægilegt, það er svona nánast eins og þú farir inn í líkamann á leikurum sko. Þú ert alveg ofan í hnakkanum á þeim sko. Og það verður svolítið óþægilegt en þú fyrir vikið upplifir mikla spennu. Það er svo mikil spenna í þessari kynhneigð sem vaknar og þessari nánd sem er á milli leikar allan tíman. En líka það vofir alltaf yfir einhvers konar grimmd og óhugnaður og ofbeldi. Bak við allt þetta er óhugnaður og grimmd vegna þess að þetta gerist náttúrulega líka eins og mjög margar myndir, íslenskar kvikmyndir að undanförnu í íslensku sjávarþorpi og hvað hafa unglingarnir við að vera og hvernig fá þau útrás bara fyrir, ég myndi segja bara sína sköpunarþörf og þetta er aðalega þessa tvo vini þarna. Já, Þór og Kristján Baldur Einarsson og Blær Hinriksson leika. Já, og myndin snýst það en það blandast inn í líka, við megum ekki gleyma allur unglingahópurinn er frábær í sínu sko og það sést hvað svo vel og lengi þau hafa æft. Já, margra mánaða æfingaferli sagði leikstjórinn okkur frá hér í menningunni fyrir skemmstu og það hefur skilað sér fullkomlega því að það er ótrúlegt að sjá unglingana halda upp í myndinni og að því að strákarnir hafa verið dálítið mikið í fókus þá vil ég tala líka stelpurnar. Já, Diljá Valsdóttir, Katla Njálsdóttir, þær eru vinkonur og svo er það systur aðalpersónunar annarar Jónína Þórdís Karlsdóttir leikur Rakel og Rán Ragnhildur Hafdís. Og systur Þórs, þær eru svo skemmtilega, ótrúlega finna því önnur er svona uppreisnarseggur og rífur kjafti mömmu sína á meðan að hin er sko í raun og veru það sem ég hugsaði með mér, þetta er framtíðin, þetta er kona, stúlka sem er ljóðskáld og myndlistamaður. Já, þú ert náttúrulega svona fyrir einhverja unga listakonu og svona, þú séð þarna. Nei, ég sé framtíðina þarna von. Og undan því sem foreldrunum tókst ekki að brjótast. Já, nákvæmlega, vegna þess að þau alast upp með einstæðri móður sem er í... Það er rosalega fyndið nefnilega sko, karakterinn hjá henni Nínu Dögg sem í rauninni þarf líka einhvern veginn að koma út úr skápnum og finna kynhneigð sína út af því að sko, hún eiginlega má ekki inn í samhengi þorpsins fá sér nýjan kærasta Nei, má ekki njóta sín heldur Þið nefnið þarna kunnuglega sviðsetningu, það er þorpið og það er fegurð náttúrunnar en hún verður ekki klísjukennd, hún er á einhvern hátt, það er eins og sé ákveðin þroski komin í sko það hvernig íslenskir listar nýta sér náttúrufegurðina. Maður er alltaf pínu smeykur við þetta er orðin svolítið klísja og hamingjusama þorpið og þessi íslenska náttúra og ég persónulega vil frekar sjá persónurnar, íslenska persónur og við fáum það sko. Já, en ég meina þetta er sko, mér veist bara náttúran þarna og íslenskt landslag og þetta Borgarfjörður Eystri bara styðja við í raun og veru allt það sem er að vakna inn í brjóstum þessara ungmenna. Og ekki bara það, þetta er ekki bara þetta vorið vaknar í brjóstum ungmennana, heldur þetta líka bara speglar hann, Guðmundur Arnar, leikstjóran, speglar þetta í raun og veru grimmd náttúrunnar. Og í hvernig þau umgangast skepnur. Upphafssenan náttúrulega þegar þau byrja að veiða og fiskarnir sem einhvern veginn í tilgangsleysi sko gleymast og rotna þarna og verða... Lífshættan í bjargsigi. Og svo er það lífshættan og lífsáskinn þannig að þetta er svona innvígsla í fullorðinsheim þetta er innvígsla í það að verða fullorðinn maður og takast á við lífið og þetta er einhvern veginn svo stórkostlega gert á allan hátt að maður bara trúir þessu varla. Já, og fyrst og fremst myndi ég að segja að þessu leikararnir sem ýta þessu sko svona áfram, þetta er
þeirra sko Já, þarna hefur unnin mikil vinna með bráðungum leikurum og vandasömum efnum virkilega sko og þeim virkilega og fullorðna fólki má líka sko, ég menna Sveinn Ólafur og Nína eru alveg frábæri í sínum hlutverkum. Þau tvö eru bara mjög góð og Nanna Kristín er hérna líka í litlu hlutverki en ég meina og við má ekki gleyma nú danska leikarnum Søren Malling. Náttúrulega það er mjög svolítið skemmtilegt að sjá svona kunnulegt andlit úr dönsku sjónvarpi. Já, það er rétt. Hann kemur þarna inn líka en ég meina það er bara verður ekkit hérna of oft sagt sko að ég meina það eru unglingarnir sem bera myndina uppi. Já. Og hérna og aðaláherslan í þessari sögu er vináttu þessara drengja tveggja og hvernig þeirri vináttu reiðir af þegar að það kemur upp stór mál hjá öðrum þeirra. Þannig að þetta er hrífandi leikstjórnar frumrun í fullri lengd hjá Guðmundi Arnari. Ég meina ég segi bara ég felldi tár í salnum sko, ég var bara mjög hrærður yfir þessu. Já, maður verður hrærður og maður þekkir þetta sjálfur bara frá sínum eigin maður gekk í gegnum gelgjuna. Hún snertir við með þessu mynd, við verðum því meira að hægt að tala um hana, þetta eru ágætt lokaorð og þá er víst ekki fleira í þættinum hjá okkur í kvöld. Verið sæl.